Já, hér komin formúla sem við kallum stundum harkavélina. DC-gildið út, það er að segja spenna frá 0 og upp í miðja gáruna er jafnt á VP út, hérna, hæðin á fjallinu hérna út, deilt með 1 á móti 2 sinnum tíðnin, sinnum viðnámið, sinnum þéttirinn. Þetta er í ohmum, þetta er í faröldum og tíðnin er alltaf 100. Og þetta er svo, ja, pluss 1 og þetta er deilt upp í þetta. Þú skulum bara taka þetta hérna fyrir neðan. Og já, það er langt best að við reiknum þennan þátt hérna alveg sér. Þennan þátt hérna. Og þá gerum við það bara svona. Það er 1 deilt í svíinn 2 sinnum 100 sinnum 63,1 ohm sinnum 680 sinnum 10 í mínus 7. Þetta getið þið skrifað, ef þið eruð vandræðir með vélina ykkar, þá getið þið skrifað þetta bara 0,00068. Þetta er það sama, þetta eru 68 mikrofarad hérna. Þetta er millisætið hér, þetta heitir mikrósætið, þá verður það svona. Ok, út af þessu fáum við eitthvað. 1 deilt í svíinn 2 sinnum 100 sinnum 63,1 sinnum 0,68 svíalokast jafnt og 0,11. Þetta gefur okkur 0,11. Þá leggjum við það við þennan eina, derum við upp í og þá lítur þessu formúla út svona 16,6 volt hérna deilt í 1 pluss 0,11, það er bara 1,11 og þetta gefur okkur eitthvað spennu sem á að vera cirka þetta hérna 16,6 deilt með 1,11 14,95 14,95 volt DC sem er eiginlega alveg það sama við mældum hérna mælinn 14,8 sama tala. Þannig að ef við vitum sem sagt viðnámið í álaginu, stærðina á þéttinum og hæðina VP hérna merkinu út, þá getum við sagt til hvaða DC við fáum út úr rásinni. Og þetta er mjög gagnlegt ef þið eru að hanna svona rásir, að þá vitið þið, þau getur hannaðir, breytt hérna rýmdinni eða minkað eða hækkað álagið til að fá þá spennu sem þið viljið ef þið ætlaði að gera þetta með þessari aðferð. Ok, takk fyrir.